þessu vídeo verið tekið fyrir kínverski drekinn. Nú, kínverski drekinn kemur upp í júgóslavnesku árásinni. Biskup C4, Biskup D7 og Röngrókun Róku B8. Þetta er upphafið af kínverska drekanum sem er að mínum að þetta er svolítið vanmetið afbrigði fyrir svartan, en ég veit ekki hversu margir er að tefla júgóslavneska árásin í dag. Flestir eru bara farnir langrókir og sleppa Biskup C4, en Biskup C4 er náttúrulega klassíska leiðin. Nú, hugmyndin með Róku B8 er að leika B5 snemma og riddari A5 og það fer hann oft á C4. Já, ég ætla bara að taka þetta svona lið fyrir lið og byrja á H4. H4, þá ætla að mæla með hérna B5. Þetta sé aðeins nákvæmar en líka riddari A5 af því að það gefur hvítum auka opsjón á Biskup E2 sem getur kannski verið smá óþarfa flækjustig. Þannig að B5 ætla ég að mæla með hérna. Nú, riddari D3 B5, þá kemur riddari 1A5, Biskup 1A2, dróning A5 og sjáum allt stórskota liðið er komið á opnu línurnar, hrókarnir og dróningin á A5 og hvítir eru ekki ennþá farin að hefja neina sókn. Það teltist hérna einn skák til dæmis svona, bara að sýna hvað getur gerst. Hrókarnir eru B3, þá kom hérna slæmur afleikur hjá hvítum og drepa á E4 upprápun og riddari C4 og mát í næsta. Þess að mát þetta var frekar stutt gaman fyrir hvítan. Það er stórhættuleg staða fyrir hvítan sko. Nú er með riddara þá töflist það bara svona, Biskup E2 þetta ágætis framhald held ég. Biskup C3 hérna upprópunarmerki, drepa á D5. Þetta er eitthvað skák og svartur var meðan bara. Nú, Biskup B3, þá var það bara A5 og ég held að þetta sé nú ágætt stað á svartan sko, sé engin sérstök vandamál hérna. Ég veit ekki, dróning A5 geti komið til greina. Við höfum myndinni Biskup A4, hrókur FC8 næst. Þannig að já, ef þetta er með biskup þá drepið ég hérna á D4 og tekið svo C2 og drótning drepur þá er raun að drepa með báðum kollunum á D7, en mér líst best að riddari drepið D7 og opnaði fyrir biskupin. Og þetta er tölvöld betra á svart. Við erum eitthvað að fara að leika dróning A5, hrókur F, C8 svo alltaf eitthvað fórn þarna á B2 og biskupin er náttúrulega ógna sterkur, þetta er eitthvað biskupin. Biskup E2 er verið leikið líka. Þetta getur verið option. F5 einhver skák hérna sem er kannski virkað dálítið skrítin leikur af því að við lokum fyrir svartættabiskupin, en
þessi stað er alveg ágætt og svart held ég. Fínt spil hérna á Drottningaveng og eftir B4 drepið þá var að opnast línur. Þetta er svona dæmi hvernig þetta getur telst. Já, B5 Já, þannig að þá þurfum við að skoða hérna biskup B3 biskup B3 biskup B3 eftir B5 rittar A5 er planið okkar. Við erum að fara með rittarinn á C4. Hér er H5 og biskup H6 möguleiki. Byrjum á H5. Þá er rittar C4 drepið. Hér er beðatalega biskup H6 og H-drepi G6. Færin hjá svörtum leikja þetta í opnu línunum hérna. B-línunni og drottningin ef hún kemst á A5 og svoleiðis. Já, byrjum að H-drepi G6. Það var mikið öll að drepa með FP. Við erum oft með hugmyndir að fara með hrókin á F7 í einhverju stöðum og valda allt systemið hérna 700 röðinni. Og ef við endur drepa með HP þá held ég að við sem bara hugsanlega vera mát fljótlega. Þannig að svartu vera að drepa með F-inu. Taka hérna nokkra leiki, rittari D5 dróning B6 það er ekki leikum B3 dróning A6 þá hrókur F5 flottur leikur og búm flott taktík hérna og þetta er bara tjaldið. Dróning C3, dróning C5 líklega ágætt leið hangir á D5 C3 valdar B2 pið dróning A5 og við hótum sérst tveim piðum núna á A2 og D5 og það er problem fyrir hvíta. Rittari D5 er ekki góð leikur. Nú rittari D2 dróning A5, A3 hrókur B7 bara tvöfald á B-línni og hóta öllu illu og rittari B delti skák þá kom bara rittari E4 þetta og bara máti hérna. Þannig að kongur B1 er nú eðlilegasti leikurinn. Dróning A5 kongur A1 hrókur F7 það er hérna interesting merkið í skáskýringum. Rittari E2 rittari 1-8 B4 og E5 þetta er skák hjá Gavin Jones telti svona og það flakkaði svo með rittarinn hérna á C5 og E6 Já, ég ætla bara að finna skákina og fara þessi yfir hana. Þetta var mjög skemmtileg skákina. Ég fann skákina. Gavin Jones leikirna E5 og drepa A7 hrókur A8 svart hvítir eru svolítið gráður hérna hrókur D7 Já, og svartur er tefla svolítið upp á að leika D5 hérna þegar leið og rittarinn fyrir eitthvað hérna í burtu þá var alltaf þetta fórn á A2 og dróning A4 mát eða fórn á A2 hrókur
nei, dróning A4 mátt, já, það best. Við sjáum það svona, og rittari C1 var leikið, rittari C7, A3, dróning B7. Ég ætla bara að rúla svona hratt yfir þetta var nú smútið úr, og nú rittari núna sér flottur hérna. B6 upprópunumerki, hróku B7, biskup eina 6. Þetta nú ekki við þægileg stað á hvítan. Hrókudreipur A3, 2 upprópunumerki. Þetta mjög fallegt. Nú mát. Þannig að hann vann þessa skák auðvitað út í 2-3-8 tíðanstæðingi. Þannig að þetta var skemmtileg tilþrif, en Gavin Jones þetta mikill sérfræðingur í dregan. Gefið 2 bækur dregan sem ég mæli með. Já. Ég ætla þá að aðeins að bakka hérna. Já, H-dreipur G6, F-dreipur G6, biskup H6, dróning B6, þannig skákinn Dastan Georgiadis í Ólympíuskákmótinu 2018, Tyrkland, Sviss. Bara ágætt að fara svona yfir skákir, fá dæmi. B3, dreipið, A-dreipur, nú ef C-dreipur, þá hérna gefið biskup dreipur H6, já, hrókurinn fór hérna F7, tökum við því og valdar H7. E5 líka, dróning C5 og G5. Það sé á E5, biskup E6. Já, þetta lítur ágætlega út á svart síns mér. Það hérna B3 veikleikinn hjá hvítum. Leið á spurning hvort þetta var með hrókinn á B7 til dæmis, eða hrókinn á B8. Þannig að svartur líklega með þess betra hérna. Svo náttúrulega F3 getur oft verið veikt. Já, en aftur á skákinni, A-dreipið B3, dreipið, hrókur F7, við erum farin að þekkja þessa hugmynd núna. Hann getur á G5, segjum G4, og gæti þetta svona, og það alltaf mögulega að fórna hérna B3 í einhverjum stöðum, kannski að undirbúa það eins með hrókur C7 eða eitthvað. Hrókur C8 önnur leið, og þá bæði A4 og E5 hugmyndir. Þetta er svona eiginlega draumastaða fyrir svartan í þessu afbrigði, sko. Dróning G5 var leikið hérna, hrókur C8, kongur B2 og A5, góður leikur. Svartur verður náttúrulega aðeins að fara að reyna að opna hérna drottningavengin. Hrókur D3, A4, þá komur þetta F5. Hvítur, já, hvítur gæti líka leikir hrókur HT1 og kannski reynt að halda sig, en hvítur vildi fá counter og leikir þetta F5. Biskup dreipur F5 með upprópunumerki. Nú það dreipur hérna, það getur hann C5. Sjáum að þetta leppur hérna dróningin á G5. Og hrókur G7 getur verið að koma líka. Já, við verðum þetta bara að ná í peðið.
og ef hvítur valdar það með G4 þá getur verið hrókur G7 held ég. En þetta útidúr, skulum bara fara yfir skákina, tekið þar á G6, hérna var hrókur G7 áhugavert, kannski besta leiðin að díla við þessa svokölluðu sókn hjá hvítum. Skulum skoða hvernig það fór bara, dróning A7, kongur F8, náttúrulega kongarnir eru berskjaldaðar en hérna gerir hvítur kannski mistök, dróning B5, dróning H4, annar möguleiki, kongur E8 en aldrei trikki fyrir hvítan. Hrókur H7. Hérna átti svartur hundar að leika D5, besti leikurinn, hóta D4. Það fara bara hratt yfir hvernig það fór. Skákaði, hrókur H1 var bestur. Og það bara tjaldið. Sjáum dróning C4, kemur hrókur C1. Þannig að til að summaræsa þetta afbrigði þetta með H5 þá erum við alltaf að fara að drepa með F-piðinu og hérna fara með hrókin F7 í vörninni. Svartur er alltaf með góðan counter hérna á drottningavæng. Biskup H6 þá bara dróning B6 og svo framvegis. Svo tek ég H6, tek ég á B3 og þannig að næst ætla ég að kíkja hérna á biskup H6. Já, gegn biskup H6 þá vorum við að drepa og fyrstu sín lítur þetta kannski svolítið illa út á svart eins og þetta sé bara að koma þarna á kongsvæng en E5 er góður leikur. Og rittar 1 og 2 B4, þetta er staðan sem kemur upp, þetta er nú mjög þvingað og ég mun fara ítarlega yfir þetta repráðum en kannski ágætt að nefna það að skipti máli að vera nákvæmur í leikjaröðum oft og þetta það maður alltaf aðeins að pæla í einhverjum svona leikjum eins og rittar F5 og hvernig bregst svartu við því, til dæmis tekið á D6 nú E5 skulum aðeins kíkja hérna á rittar F5 getur bara F5 hrókur drifur hrókur B6 hrókur H D1 drifur B3 kongur H8 þetta er mikilvægur varnarleikur hrókur drifur B6 H drifur B6 hrókur D6 breytar G8 dróning D2 B4 breytar A4 tekið við gefum semst manni tilbaka en eftir rittari F6 þá er svartur með gott frumkvæði í endatöflunu og hvíti kongurinn smá shaky sko þetta var þetta på E4 og svo framvegis það er nauðsynlegt að vita þetta en sko það væri mjög óþægilegt að fá á sig maður myndi ekkert vita hvernig maður bregðast við sko til dæmis með leika eins og kongur H8 en þá förum við í aðaldæmið hérna hrókur drifur D5 og hrókur B6 er talbest og
ætla að fara hérna yfir nokkra skákir, H5, G5. Þetta oft hugmynd í þessu sem mjög sníkir sko, því að drottningin eiginlega búin að koma sér í svona fangelsi sko. Já, ég ætla að fara hérna yfir eina skák það sem hvítur leik F4 eftir G5. Hvítur nú opnið allt upp og veit ekki að drottningi verið först á H6. Hérna líklega best að leika biskup G4 og getur bara F4, það getur alls svona sko. Og þetta H4. Hérna einhver skák hjá Radic á móti Sebalo sem lést nýlega og hvítur vann þessa skák, hann mjög miklu betra. Þannig að biskup G4 líklega best. Rókur A6 líka möguleiki en það svolítið flækjur, kannski biskup G4 sé einfaldast. Drepa á E5, drepa á E2, það má líka íhuga drepa á E5. Þetta endatöflu virðist nú vera þægild á svartan sko, kannski bara einfaldasta leiðin. En skákinn teldur svona. Rók B5 og hér best að drepa hérna líka rókur E8 og þá hvítur hérna líklega einhverja jafnteflislið. Þannig að til að sömma þetta upp þá líklega best að drepa hérna á E5, fara bara í þetta endatafl sem ætti að vera þægild á svartan. Já, við skulum baka. Þannig að næst ætla ég að skoða hvað gerist þegar hvítur bara reynir að heyrða hérna peðið sko. Já, það endar ein lína hérna í viðbót sem eiginlega nauðsynlegt að kunna og það hérna riddari D4 þetta og það má náttúrulega ekki drepa á þetta rókur drepa G5 og við erum átt eða töpum liði. Þannig að getur bara F4, þetta hefur telst, nú hefur líka G3 og við opna G-línuna, drepa við rókur G endur H4. Það reytar F5, hérna skák í þessu, kongur H8 upprápunumerki, F6, rókur G8, það fór svona og svartu vann. Þannig að svartur ágætis úrræði við þessum F4 leik sko. Nú reytar F5, þá drepið F6 og F3 og planið vantilega kongur H8 og rókur G8 og svo framvegis. Svo var þetta íhuga drann G7 drann G7 setna. Þannig að F4 ekki til þess að ágjöra. Já, H5, G5, rókur drepa D6. Nú rókur HD1, þá kemur F6 transpósar. Það er svona sama staðan. Rókur drepur F6 og við viljum náttúrulega hafa drottningunni í fangelsi fyrir peðið en
Hrókur HT1, hrókur drepur dróning 1-7, hrókur D2 og nú svona þegar Riki sest þá sjáum við að hvítur peði yfir en drottningin er mjög óvirk og G3 og F4 tekur langan tíma. Nú A5, þetta telti skák, kongur D1, A4, dróning C5, þannig B4 fekk hérna upprópunarmerki. Mætti segja að væri meila drottningu yfir. Eða svona, kannski ekki alveg en samt. Og það getur ekki leikið hrókur D7 og þetta dróning B5. Það var svona skemmtileg tilfæring. Kongur F1, þá kemur hrókur C8. B4, hrókur A8. Og hvítur gaf bara hérna. Það er náttúrulega erfitt að finna ykkur að leiki bara. Hrókur D1, þá er það hrókur A2. Dróning G1 búið. Þannig að þetta svona er trikki lína sko. Já, þá kíkjum við aðeins betur á hrókur B6. Já, það er ekki svo gott að finna leiki fyrir hvítan hérna. Kongur B1, þá getur biskup E6 verið leikur. Nú og já, leikur hrókur D1, þá held ég að dróning C7 sé ágætisplan bara. Svo bara fara hérna og svo er biskup E6 að koma og svartur lítur að standa betur. Já, áfram veginn eins og segir í textunum þá vorum við að fara á H4. Ég ákvað að breyta einnum lit á tabborðinu. Nú G4, þá er bara ætla að mæla með B5, mér finnst þetta nákvæmast og það er alltaf hættulegt fyrir hvítan að vera að drepa þetta P þarna. Biskup B3, rittar 1-5, segjum biskup H6, þá er þetta aðeins verri útgáfan áðan fyrir hvítan, þannig að hann er ekki að opna hálínuna og eftir A5 þá er svartur einfallega með fína stuðu. Við segjum A3, bara B4 og svartur er miklu fljótar í sókninni. Dróning B6 getur verið að koma, svo kemur hins hrókurinn. Nú ef hvítur leikur hérna H4 þá bara B4, rittar B1 og A5 og ef rittar D5 bara E6 og A5. Nú hvítur getur þetta dreymir P og D5 líka en ég held að það sé bara A5 líka. Og A4 er mjög erfiður leikur að díla við sko. Hvítur getur þetta reynt eitthvað hérna en þetta er bara alltaf hæguvert sko. Og svona þá ætti dróning A5 bara að vera mjög vænlegt sko. Það má bara drepa hérna á A2 til dæmis og svo kemur hrókur á C-línuna, tjaldið. Þannig að G4 er ekki krefjandi leikur út af B5 sem er nákvæmasti leikurinn. Kongur, ég ætla að byrja hérna á kongur B1 áður fyrir biskup B3.
Kóngur B1 er svona eðlulegur leikur í sigurlegur, fara með kóngin yfir í meira skjól og hérna ætla ég að bjóða upp á athyglisverða leið. Hérna breytum við aðeins stefnu og drefum á D4. Ef við ritari A5 hérna þá getur biskup E2 verið eitthvað sko, og þetta er ekki alveg ljóst sko hvort svartur fáið nóg spil fyrir P þarna, en ég held að ef dottið ágætt lausn, bara drepa á D4, B5 og segjum biskup B3, A5 og það verður hvíturleika E5 og D-drepur E5, biskup drepur E5. Það var A4 upprápunarmerki. Við græðum svolítið á því að kóngurinn sé á B1 sko, því að þegar við erum að drepa B3 þá getum við alltaf tekið á C2 eða A2 með skák, og það var möguleiki að vera í sömu stöðu á með kónginn á C1, þá var það miklu verri útgáfa. Skulum bara kíkja á þetta. Segjum biskup drepur F6, A drepur B3 upprápunarmerki. Þetta er svona smá flækjur. Og ef það drepur á B3 það er bara einfalt drep með biskup, dróning A5 og hrókur A, ég veist ná ágætlega hrókur A8 hérna. Já, tölvan mín er sem ég hreyfin að svartstöðin, þetta er hrókur FD8 eða B4. Það er sjá hvað er að gerast hérna. Hrókur FC8, já. Já, það er allt þungarlið á hvítum. Hrókur FD8 var þetta ágætisleikur líka. Og drepið dróning E7. Hrókur 1-8 sterkur leikur. Það má ekki drepa á F6, þá kemur hrókur E2 og svo bara mát hérna á einum. Já, þetta er svona smá problem, það má ekki gera þetta. Biskup drepur F6, dróning drepur D7, dróning A5 og hrókur A8. Dróning drepur D7, það var eins og við talum á hann, skák, og biskup drepur F6 er möguleiki. Þessi stað er bara hníf í öfn held ég. Það er líka að tefla þetta svona. Og þetta er líka nokkuð jafnt síns mér. Allavega engin vandamál hjá svörstum. Já, ef hann drepur á B8 þá held ég að sé bara best að drepa hérna. Og það er biskup D5, B4, rittar 1-4. Svartur er með í raun alveg rúlandi spil sko. Fyrir skiptamun. Það er alls konar B3 hugmyndir og svo getur dróning E5 verið óþægilegur. Jafnvel biskup C3. Til dæmis að hvítaleikurinn er hrókur E1, þá væri kannski biskup C3 hótun held ég. Þessi biskupar eru alveg rosalega sterkir. Þannig að þetta er yfirbörðastað á
svartan. Já, dróning E5 líka. Þetta var svona athyglisverð leið sko. Ég held að þetta sé sniðugt. Þannig að biskup B3, það hugsanlega nákvæmast með grunna það. Biskup B3, riddari A5, það planið okkar núna. Nú, hvað að segja, G4 eða H4, segjum G4, B5, biskup H6. Já, það hefur þetta oft telt svona sko, trippið og B4, hérna ekki gott að leika E5, hérna riddari F5 hættulegt af því að G-línan getur opnað sko. G5, já þetta mjög hættulegt, má ekki, þannig að vera að drepa H6, B4, riddari D5 og riddari drepa B3 og hérna það sama áðan, E5, riddari F5 og riddari drepa D5. Spurning hvort að E5 getur verið athyglisverður leikur hérna. Það var líklega bestur hvítanleikar riddari E3, biskup E6, og svo riddari F5. Þetta eitthvað sem fólk getur rannsaka. Ég ekki alveg viss hvernig þessi stað Hrókur C8 til dæmis. Eða dróning C7. Já, þetta smótur en mainline að drepa og ég drepi D5. Við sáum að áðan vorum við peð á E5 í ýmsum línum. Þetta svona aðeins betri útgáfa fyrir hvítan held ég. Hrókur B6 hefur verið talið svona best. Hugmyndin að valda DSS peð eftir E5 og D drepur E6. Og svo getum við stundum farið með hrókin á A-línuna líka. Já, svona hrókur D4, segjum það, hótar G5, hrókur H4, þá var það E5 og það má drepa með báðum í rauninni, veist nú F-drepur kannski skemmtilegra. Hérna einhver lína. Já, þetta svona jafnvægi. Hrókur H1, E5, F-tribur, já. Og sjáum við að hrókurinn á B6 valda D6-byði. Og hér var oft ágætis plan að hafa hinn hrókinn F7 og kannski líka dróning F8 næst. Og F3-byði veikasti hlekkurinn hjá hvítum hérna. Þessi stað nú líklega jöfn, sko. Nú kongur B1, E5, segjum H4 og þetta náttúrulega mjög aggressív lína sko. Hrókur B5 eitthvað sem ég með hérna. Dróning E7, verðum að valda þetta peða H7 óbeint þegar þetta repið. Þá völdu það svona og opnast fyrir hrókin. Við þrýstum hérna á D5 beðið með hróknum á B5. Nú hrókur D3, kannski að plana riddari D2, riddari E4 og þá valdað á D5. Já, ég var eitthvað aðeins að skoða þetta,
Sinns biskup C8 getur verið áhugavert kannski, það vil það svona einhvern veginn. Þetta er náttúrulega flókin staða, G5. Þetta er einhver lína sem ég fór yfir, svartur skipta menn undir en með 2 peð. Hvítir þetta biskup og valdar H1-reitinn eða skipst upp á drottningum. Tölvöldnum með þetta hnífjamt, ég veit ekki hvað að segja um þetta. Þetta er bara óljóst eins og mann segja oft þegar ég veit ekki hvernig staðan er. Ég held að svartur sé með sín 2 peð sé ekki með verra sko. Þetta með sókur H1, dróning F7 bara. Já. Það pakka aðeins. Nú H4 hér, þá erum við líka E5. Og þú myndir með E5 er að fá dróningun E7 til að valda peða H7. Nú, þetta er bara E6, þá er það með peði. H5, G5. Sókur H1, dróning 1-7. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Það er skemmtileg taktík sko. Drótningin er en þetta er sennilega bara kannski aðeins betra á svarta núna. Það er svona ýmsar hugmynd sem maður þarf að hafa í huga hérna. Það er aðalega að valda DSS-beðið með hróknum og svo þarf að valda H7-beðið. Svona þolinmæðis verk sko. Og svo er þetta biskup E8 stundum hugmynd að valda á G6. Bakka aðeins. Nú H4, B5, kongur B1. Þá ferum við í þetta klassíska framhald. Mér minnir að það sé ykkur frægskák hjá Radzhabov og Carlsen í þessu. Nú er svartu komið sín tækifæri á B-línni, dróning A5. H5 getur verið eitthvað sem kemur til greina. Ég ekki sé skákir í, getur verið nýjung. Ég held að sé ekki alveg vitlausleikur sko. Og dróning A5 telst. Hérna er eitthvað skák. Og svartur er all in á dróningaveng. Svona klassíska manúveringar. Þrjafaldar á P-línni og svartur alltaf komið miklu betra. Það er Rókur H1 og bara eitthvað H5. Já. Og að lokum þá rakst ég hérna á skák sem er skýrð hjá Sigurbirni. Mér langar að sýna hana. Það með hvítt á móti sterkum stórmeistara. Sigurbirni var með hvítt hérna á móti Djukic sem er sterkur stórmeistari og Sigurbirni er hérna H5, rittari C4, dróning E1 sem er athyglisverð hugmynd. Skulum bara rúlla hvernig það fór.
drottning A5. Samkvæmt skáskýringu var kannski E5 betri leikur, en það er ekki alveg ljós hvað er að gerast í þessu til dæmis. Okkur FC8 var ekki góður leikur, betra var að leika E5, en það sem allt í lagi hvítt sko. Svona, og hugmyndir á Sigurbirni var líklega að leika henni G5 held ég, og hvítur með hættulega stöðu. Og Sigurbjörn leikandi þetta F4, búm, þetta F5, flottur leikur. Við ráman á eitthvað í þess að skák hérna. Við sjáum að drottningin hún er alveg týnd þarna á svörtum, kemst ekkert út úr þessum hremmingum svo glatt. Hann drap á F7, B3 skák. Já, það var eitthvað örvæntingafullur hérna. Eitthvað átt hann að gera, það er bara mát hérna. Svo sildi Sigurbjörn þessi bara heim. Og svartu gaf, þetta var glæsilegt hjá pöndunni eins og við köllum hana. En já, þá er búið að fara yfir kínverska dreka. Ég þakka fyrir.